Ég að mynda því þessu. Góðan daginn og hjartalega velkomin bæði þið sem eru hér í Reykjavíkurakademíunni og þau sem eru að fylgjast með þessari kynningu í gegnum streymið. Ég bið ykkur hjartalega velkomin á þessa kynningu stöðu þeirra sem að starfa í leik- og grunnskólum og heyra undir aðildarfélög ASÍ og BSRB. Það er kannski svona einfaldast að taka fram hverjir heyra ekki undir þennan hóp, en það eru þau sem eru í Kennarasamband Íslands og eru ekki í ASÍ og BSRB, heldur í sínu stéttarfélagi. Og þannig að þetta eru ófaglærðir í leikskólum og grunnskólum, skólaliðar og líka háskólamenntaðir með annars konar háskólamenntun heldur en kennaramenntun. Ég heiti Kristín Ebba Gísladóttir og er framkvæmdastjóri Vörðu. Við erum að birta þessa skýrslu í dag þar sem eru ítarlegri upplýsingar stöðu þessu hóps, en við ætlum að fara hérna svona stuttlega yfir svona helstu mynstur og helstu niðurstöður sem við höfum séð í þessari greiningu. Mér langar kannski taka fram að Varða er rannsóknarstofnun sem ASÍ og BSRB kom á fót fyrir 6 árum. Okkar helsta markmið hefur verið að bera kennslu á þá hópa í samfélaginu sem standa á höllum fæti. Það hafa verið okkar skilaboð frá verkalýðshreyfingunni að það sé mikilvægt að afla gagna stöðu þeirra hópa. Með það markmið að það sé hægt að bregðast við og bætast á stöðuna. Við höfum skoðað ýmsu hópa í gegnum tíðina og bent á að sumir standa svo sannarlega höllum fæti. Nú erum við að fara að skoða starfsfólk sem er starfsfólk sveitarfélaganna og ég verð að segja að það eru mikil vonbrigði að sjá hversu slæmar niðurstöðunar eru og kannski mætti segja að það væri áfellisdómur yfir okkar samfélagi að búa þannig að starfsfólki, og ég þarf ekki að taka fram hversu mikilvæg störfin eru, við vitum það öll. Þetta eru svona lykilstörf í okkar samfélagi. Þannig að ég boða engin gleði tíðindi því miður. Gögnin sem við erum að fara að kynna hér öfluðum við í síðasta sumar í könnun sem Varða leggur árlega fyrir meðal félagsfólks í aðildarfélögum ASÍ og BSRB. Við bættum inn í þessari síðustu könnun nýrri starfaflokkun sem gerur okkur kleift að taka út þau sem að starfa annars vegar í leikskólunum og þau sem að starfa í grunnskólunum. Við höfum einu sinni áður tekið út svona sérstaka starfsgrein og það var ræstingafólk
og þar sáum við einnig að það var mjög slæm staða með þess hóps og þetta smá önnur nálgun heldur en við erum með venjulega þegar við erum að skoða bara þetta fólk á það sameiginlegt að það starfa við það sama og atvinnurekandinn eins og í þessu tilfelli svo sami. Þetta auðvitað mikill meiri hluti, þetta eru kvennastörf sem við erum að skoða, sérstaklega í leikskólanum þar sem að 94% af þeim sem svöruðu eru konur og 81% af þeim sem að starfa í grunnskólanum eru konur. En þá ætlum við að fara í niðurstöðunar. Þegar við erum að kynna niðurstöðunar og setja fram niðurstöðunar, þá erum við að skoða þau sem starfi í leikskólum, þau sem starfi í grunnskólum og berum að sama við annað launafólk á íslenskum vinnumarkaði sem heyrir undir aðildarfélög ASÍ og BSRB. Og það gefur okkur kannski smá dýpt í gögnin að hafa eitthvað til að bera þau saman við og átt okkur á hvað svona eðlilegt eða hvað svona þetta hefðbundna mynstur fyrir venjulega að sjá. Og það kannski gott að hafa í huga að þau sem heyra undir aðra, það mjög fjölbreyttur hópur launafólks. Það eru iðnaðarmenn, það verslunarfólk, það verkafólk, það líka háskólamenntaðir og mjög fjölbreyttur hópur. Og það sem við sjáum strax, og þetta svona, þegar við spyrjum hversu auðvelt eða erfitt að ná endum saman, að þá það svona maður fær alltaf svona aðeins tilfinningu fyrir stöðu hópana og gefur oft svona ágætisvísbendingum það sem maður sér þegar maður fer kafa lengur í gögnin. Og þá sjáum við strax hvað hátt hlutfall, sérstaklega hjá þeim sem starfa á leikskólunum, sem eiga mjög erfitt eða nokkuð erfitt með að ná endum saman, 40% og það mjög hátt. 33% hjá þeim sem að starfa í grunnskólunum og 30% almennt þegar við erum að horfa á launafólk í heild. Við bættum inn fyrir nokkrum árum mælingu eða spurningu í kannaninu okkar þar sem við spyrjum bara, gæti þú mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum í dag án þess að stofna til skuldar? Og þá þetta svo ólíkt því sem við erum venjulega með þegar við erum fólk svona að meta, já, ég mjög nokkuð viss ég geti það eða mjög viss, að þá spyrjum við bara já eða nei. Getur þú mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum í dag án þess að stofna til skuldar, já eða nei? Og hér sjáum við rauninni bara alveg sérstaklega slæma stöður hjá leikskólastarfsfólkinu. Það sem að helmingur getur ekki mætt óvæntum 100.000 króna útgjöldum. Og ef við setjum það í samhengi við hið daglega líf og hvað það kostar bara að reka heimili á Íslandi í dag, að þú valla kaupin í dekkundibílinn, þetta kannski snjógalli og pollagalli, og einlæknisheimstöp og svona, þetta bara farið sísona og þess ástæðan fyrir við settum þessa spurningu inn var okkur langaði að vita hvað hátt hlutfall af launafólki sem að lifa frá 1 mánaðamótum til þeirra næstu og það kemur eitthvað upp og þú getur ekki brugðist við því fyrir nú fær útborga næst og þetta gríðarlega hátt hlutfall, helmingur tæplega hjá leikskólastarfsfólki, 37% hjá þeim sem að starfa í grunnskólum en hlutfallið 30% almennt þegar við erum að skoða launafólk. Í þessari síðustu fyrirlögnvörðu, við erum að leggja þessu könnun fyrir árlega og erum þá svona að vakta stöðu launafólks innan ASÍ og BSRB og það auðvitað verið ótrúlegt en sagt Ótrúlegt en sagt að þá hefur verið þörf á því að þegar við erum að rannsaka stöðu vinnandi fólks á Íslandi að við höfum einhverja skilgreiningu á fátækt sem eitthvað geti bara í fyrsta lagi sett bara spurningu við af hverju þarf það? Þurfum við að geta mælt fátækt hjá vinnandi fólki? En allavega það nauðsynlegt og það auðvitað skipta skoðanir það hvernig á að mæla fátækt. Og misjöfn mælitæki og í fræðunum bara ágreiningur það, hvernig á að gera það. En við tókum í fyrsta skipti upp mælieiningu eða mælitæki sem að Hagstofa Evrópusambandsins notar til að mæla félags- og efnislegan skort. Og við ákveðum að taka þetta inn af því að þessi kannski félagslegu þættir ekki síður mikilvægir og hversu að fólk hafi aðgengi að því að lifa lífinu. Ekki bara draga fram lífið og rétt að eiga fyrir mat. Að við höfum meiri kröfur, ekki satt, til lífsins. Og ég ákvað að draga fram nokkra spurningar, þetta eru alls 13 spurningar, en mér fannst að niðurstöðunir það sláandi að það alveg ástæða til þess að skoða einstaka þætti. Og þetta allt mælingar sem saman síðan mæla hvort að fólk búi við skort á félags- og efnislegum gæðum eða fátækt.
Hér 37% af þeim sem að vinna í leikskóla sem að geta ekki farið einu sinni á ári í vikulangt frí fjarri heimili. Hlutfallið 28% af þeim sem vinna í grunnskólum og 24% almennt hjá launafólki. 18% hjá leikskóla starfsfólkinu hafa ekki efni á staðgóðri máltíð annan hver dag, ekki hver dag, annan hver dag. 27% geta ekki sinnt nauðsynlegu viðhaldi á heimilinu og 43% geta ekki skipt út slitnum húsgögnum. Síðan ekki síður mikilvægir þessir félagslegu þættir og sem eru líka inni í þessari mælingu. Og það eru spurningar sem við kannski tengjum ekkert sérstaklega við Íslands samfélag. Þegar við sjáum meira fréttir af því að það er verið að henda hérna hrúgum af textil og það er vandamálið, en við erum með 15% af leikskólastarfsfólki, 12% af grunnskólastarfsfólki og 10% af launafólki sem getur ekki skipt út slitnum fatnaði. 51% af leikskólastarfsfólki getur ekki varið smávegis upphæð í sig sjálf á viku, fyrir ekki. Tæplega helmingur getur ekki sinnt tómstundum eða áhugamálu og við hugsum bara þetta starfsfólk sem að hugsa litlu börnin okkar á hverjum degi. Og svo það kannski svo spurning sem mér finnst alltaf alveg algjörlega hræðileg. Við spurjum, geturðu hitt fjölskyldu eða vini einu sinni í mánuði í mat eða drykk? Og það eru 45% af þeim sem vinna í leikskólum sem geta það ekki og 40% af þeim sem starfa í grunnskólum. Saman þessar 13 spurningar sem við tökum upp runni frá Hagstofu Evrópusambandsins kemur með þeim fyrirmælum að ef að þið skortir 5 eða 6 af þessum þáttum sem við spurtum að þá byrðu við skort á félags- og efnislegum gæðum og ef þið skortir 7 eða fleiri af þessum þáttum að þá byrðu við verulegan skort á félags- og efnislegum gæðum. Og það kannski bara líka þið sjáu félagslegu þættinir, það það sem fólk að sleppa. Það að sleppa áhugamálunum. Það ekki hitta vini sinni eða fjölskyldu í mat eða drykk. En það alltaf lægra hlutfall sem að ég meina fólk forgangsraðar. Mér langar að það sé alveg skýrt að það alltaf þessi skýra forgangsröðun að fólk frekar að borga alla reikninga á eindaga heldur en að fara í vikulangt frí. Þannig að það alltaf skýr forgangsröðun í fjármununum en niðurstöðunar sem við fáum út úr þessu að það eru 34% af starfsfólki leikskólana sem býr samkvæmt þessari skilgreiningu við skort á félags- og efnislegum gæðum. Og 18%, það eru 16% sem búa við skort á félags- og efnislegum gæðum og 18% við verulegan skort. Skortir 7 af þessum þáttum. 1 af hverjum 5. Já. Hlutfallið 25% af þeim sem vinna í grunnskólanum og 22% almennt meðal launafólks. Og merki þessa slæmu fjárhagsstöðu sjáum við rauninni hvert sem litið í gögnunum. Við sjáum að það hærra hlutfall að bæði þeim sem eru með sem starfi í leikskólum og grunnskólum sem eru með yfirdrátt, það þriðjungur tæplega og svo eru þessi smálán eða skammtímalán sem mjög kostnaðarsöm lán en það eru 17% af þeir sem vinna í leikskólanum sem eru með slík lán og þetta það sem við sjáum bara alltaf í verst settu hópunum að það bara barni á afmæli og þú verður og þú átt ekki afgang og þú ert að lifa frá mánaðamótum til mánaðamóta og þú reddar þér og það og þá þarf að nota þessi mjög svo dýru og óhagstæðu lán. Síðan þetta umtalsvert lægra hlutfall af þeim sem að vinna í leikskólanum, sérstaklega sem að eiga ekki að minnsta kosti 1 mánaðarlaun í sparnað
Það eru bara 39% af þeim sem að vinna í leikskólanum sem að eiga 1 mánaða launasparnað. Við erum að sjá að þetta er meir en helmingur almennt með launafólks og svo er lægra hlutfall af leikskólastarfsfólki sem á bíl. Og síðan eru auðvitað staða foreldra sem að vinna í leikskólanum og grunnskólanum sérstaklega slæm. Þá erum við með starfsfólk sem að starfar í leik- og grunnskólum og eru foreldrar og við spurjum þau hvort að fjárskortur á síðastliðnu ári hafi komið í veg fyrir að þau getur greitt kostnað vegna svona grunnþátta fyrir börnin sín. Og þarna koma bara mjög slæmar, kemur fram mjög slæm staða og hér er kannski gott að taka fram að við erum með aðeins herra hlutfall af einstæðum foreldrum í báðum hópum heldur við sjáum almennt með launafólks. Enda kannski vinnutímin og slíkt eitthvað sem hendar að vera með ábyrgð börnum en við sjáum þennan mikla skort þegar kemur að börnum þeirra sem að sinna þessum mjög svo mikilvægu störfum og vinna við að annast önnur börn í vinnunni sinni. En það eru fjórðungur bæði leik- og grunnskóla starfsfólk sem hafa ekki efni á nauðsynlegum fatnaði fyrir börnin sín. Þetta er almennt 17% í öðrum, 24% á þeim. Tæplega þriðjungur hafa ekki efni á því að greiða kostnað til að út af því að halda afmæli fyrir börnin sín eða þá dýrari viðburði eins og fermingar eða eitthvað slíkt. Það eru 31% á leikskóla starfsfólki. Og 28% af þeim sem vinna í grunnskóla, almennt er þetta 21% í öðru launafólki og svo er nærði sama hlutfall sem getur ekki gefið börnunum sínum eins næringaríka mat og þau vilja. En það sjáum við að almennt er 18% í öðrum. Síðan er fjórðungur bæði leik- og grunnskóla starfsfólk sem getur ekki greitt kostnað vegna félagslífs barna sinna. Þannig að börnin hafa ekki sama aðgang að því að fara í afmæli til vina sinna eða fara í eitthvað sem er skipulagt með vinum eins og önnur börn. Það kannski liggur svona beint við að veltaði fyrir sér hvernig stendur á því að þessi hópur býr við svo slæma fjárhagsstöðu eins og við erum búin að fara yfir. Og það sést auðvitað bara glöggt þegar við skoðum atvinnutekjurnar. En 92% af þeim sem að vinna í leikskólum eru með undir 749.000 á mánuði. Og 80% af þeim sem eru í grunnskóla. Það er samt gott að taka það fram að það er 50% af þeim sem vinna í leikskólum sem eru fleiri en einu starfi og 34% af þeim sem vinna í grunnskólum. Þannig að það eru, þessi hópur sker sér úr hvað varða það, hversu lága atvinnutekjurnar eru. Þetta endurspeglar svo síðan áfram inn á húsnæðismarkaðinn. Það sem að við erum með sérstaklega, það er mjög ólík staða hjá þeim sem starfa í leikskóla og grunnskóla á húsnæðismarkaði. En það er auðvitað líka örugglega tengt lýðfræði. Við erum með aðeins herra hlutfall af innflytjendum í leikskólunum og yngra fólki heldur en eru í stuðningsfulltrúar í grunnskólunum. En 57% af leikskólastarfsfólkinu er í eigin húsnæði, en 73% í grunnskóla. Og þetta er almennt 64% innan ASÍ og BSRB. Og þarna kom svona, það sem að, það er kannski svona einfalt að sýna hlutfalli sem er í eigin húsnæði. En það er kannski best að hugsa hlutfalli sem er það ekki. Því að þetta þýðir að 18% af þeim sem að vinna á leikskóla eru á almenna leigumarkaðnum. Og við erum búin að rannsaka fólk sem eru á leigumarkaði og höfum séð, því fylgir ýmislegt fyrir utan það sem þarf ekki að nefna háa leigu. Það er líka óöryggi á húsnæðismarkaði, sífelldi flutningar og þegar þú ert með börn að fara að skipta á milli skóla og leikskóla, skipta nýjan skóla og leikskóla, þetta er bara mikið óöryggi, fólk eru óhentur á húsnæði, minna húsnæði. Þannig að þetta felur svo margt í sér og sérstaklega svona minna húsnæðisöryggi. En það sem við sjáum líka hér er að það er óvanalega hátt hlutfall af þeim sem að vinna í leikskólum sem að eru í Bjargi, íbúðafélagi, með óhagnaðardrifnu leigufélagunum og við erum alltaf búin að vera að fylgjast með þessu hlutfalli. Hvað er sérst hátt hlutfall í mismunandi hópum sem eru í Bjargi og það liggur svona einhvern veginn alltaf 2-3%, eitthvað svona,
og aldrei fundið kannski einhvern hópin sem það er ríkara mæli. En það er 6,4% af þeim sem að vinna í leikskólum sem að eru í Bjargi. Og ASÍ og BSRB stóðu fyrir húsnæðisfundi hérna fyrr í vikunni, þar sem voru myndbönd af hérna íbúum Bjargs og það lýstu svo vel sko hérna hvað það þýðir að komast inn í öruggt húsnæði og þannig að það er allavega gott að sjá þarna aðeins hérna að það er einhver aðeins stærri hópur sem þá komin í þá stöðu að vera komin inn í Bjarg. Við spurum svo líkamlega heilsu og það er ekkert mjög mikill munur á henni. Það er aðeins hærra hlutfall hjá starfsfólki leikskólana sem að metur sjálf bara heilsu sína mjög eða frekar slæma, 20% á móti 16 hjá hinum hópunum, en það er meiri munur þegar við skoðum andlegu heilsuna. Við erum að nota mælitæki, við höfum gert það í 6 ár, sama mælitæki sem að mælir í rauninni þunglyndiseinkenni og eru 9 spurningar sem að mæla svona misalvarleg einkenni og hver og einn svarandi fær svo ákveðin stigafjölda út frá því hvernig hann svarar þessum spurningum. Og út úr þessu sjáum við að 38% af þeim sem að vinna í leikskólanum mælast með slæma andlega heilsu. Og þetta kemur í rauninni ekki óvart þegar við erum búin að fara yfir það sem við erum búin að fara hér yfir áður, að þegar það er svona slæm fjárhagsstaða í hópum að þá er þetta hlutfall alltaf hærra, alltaf. Það er ekki brugðist. En sama á við 23% af þeim sem að vinna í grunnskólanum og 29% almennt með launafólks. Og það sem við sjáum náttúrulega eins og hjá leikskólastarfsfólkinu því að mælingin er samsett úr þessum 9 þáttum að það er meir en fjórðungur sem finnur nánast daglega fyrir þreytu og orkuleysi. 14% hefur liðið illa með sjálfsig eða fundist að þau ekki hafa staðið sig í lífinu eða stykkinu daglega og 13% hafa fundið fyrir einbeitingarskorti daglega. En þetta eru alvarlega einkenni og endurspeglar svo í þessari slæmu andlegu heilsu hjá hópnum. Og ef við tökum þetta saman þá eru þessir hópar 2 með lágar atvinnutekjur og það litar allt. Það er mjög hátt hlutfall sem býr við slæma fjárhagsstöðu og slæma fjárhagsstaðan er alltaf tengd líka einhvern veginn húsnæðismarkaðnum, þannig að allt hangir þetta einhvern veginn saman og svo slæma andlega heilsan. Þannig að við erum komin í einhverju svona spíral sem að hvert vefur utan hvort annað. En það er auðvitað algjörlega augljóst hvað eru lágar tekjur sem hópi. Heyrðu, ég er þá búin að ljúka því sem ég ætla að fara yfir en núna bara ef þið eru með spurningar þá er það hjartalega velkomið. Við erum með mækan einhvers staðar. Ég ætla að biðja ykkur að tala í hann. Krummi, nennir þú að vera á mæknum? Og kannski stendu upp þú sem fá hérna. Ég er bara forvitin, ég er skólastjóri í grunnskóla og svona niðurstöðu kom mér ekkert á óvart. Það er bara þannig, því miður. En bara forvitni hvort það sé ykkur munar milli landsvæða með niðurstöður. Er þetta bara heilt yfir alveg eins alls staðar á landinu? Sko, við erum ekki búin að skoða, þetta er mjög góð spurning. Við höfum ekki skoðað þessar það eru 1000 manns sem að starfa í leikskólanum og tæplega 800 í grunnskólanum, það eru þau sem við erum að vinna með í þessu, þannig að við erum ekki búin að skoða það eftir landsvæðum. Við höfum samt skoðað önnur gögn eftir landsvæðum. Það sem að við erum auðvitað að sjá er að það eru kannski smá mismunandi áskoranir eftir hvar þú býrð. Við erum með hérna mjög stórt svæðurinn í kringum höfuðborgarsvæði þar sem við erum að sjá að slæm fjárhagsstaða er algengari og svo eru líka kjarnar, þú veist Akureyri, það er í kring fyrir austan, í kringum Egilsstaði kannski, aðeins sem að þessir stæðstu byggðakjarnar og aðeins í kringum þá að þar virðist
virðist vera verri fjárhagstaða og þar auðvitað hærra húsnæðisverð. Það samt sem áður aðrar áskoranir sem fylgja þegar þú komir lengra frá, eins og aðgangur að heilbrigðisþjónustu og ódýrri matvöru, alls konar, þannig að þetta smá mynstrið að það sé verri fjárhagstaða eins og við erum að mæla hana í þessum þéttbýlustu kjörnum og talsvert langt út frá höfuðborgarsvæðinu, sem skána svo aðeins en að undanskildum þessum stóru kjörnum út á landsbyggðinni. Land og ASÍ náttúrulega líka að ég meina launin þau sömu, þú veist sem við sambandið og og borgin fylgir yfirleitt í svona að þessi sambarlegt þar. En eins og Kristín bara kom inn á það sem við finnum að það ræður náttúrulega alltaf úrslitum hvort þú búir einn og hvort það séu börn á þínum framfæri. Skiptir gríðarlega miklu mála að komast inn í bjarg og það því miður ekki nægilega víða. Það hafa sveitarfélögin verið að skila svona heilt á liti auðu, allavega 80%. Þannig að þetta eru svona stóra atriðin að þú veist, fyrir utan þetta tekjurnar sjálfar að þá hver stuðningur stjórnvalda þess að grípa hópinn. Ég ætla að segja það, ætla ekki að segja neitt svona. Sæl, ég heiti Sólveig Anna og ég formaður Eflingar og ég ásamt félaga mínum Guðmundur Valdísis sem í stjórn Eflingar og hefur líka mikla reynslu af því að starfa á leikskóla sem ég hef líka. Og við ætlum að fá að segja að því miður þá koma þessar niðurstöður okkur ekki á óvart. Við auðvitað þekkjum bara af eigin raun hvernig það að reyna að komast af á þessum launum og þekkjum það að þurfa að vera þá í fleiri en einni vinnu til þess að láta hlutina ganga upp. Jafnframt erum við auðvitað líka í miklum samskiptum við starfsfólk leikskólana og heyrum þessar sögur meira með hverjum einasta degi. Launin auðvitað allt og lág. Efling hefur frá 2018 lagt mikla áherslu á það hækka þessi laun og við höfum náð árangri en svo einmitt á sama tíma hefur húsnæðisverð hækkað sem að býra auðvitað til þennan stórkostlega vanda í lífi fólks með lágar tekjur en svo langar mig líka og okkur Guðmundur að koma á framfæri að þegar andlega heilsan að mælast svona slæm þá það líka vegna aðstæðnanna inn á leikskólanum og það auðvitað mismunandi á milli landshluta og milli sveitarfélaga aðstæður á leikskólum í Reykjavíkurborg eru mjög erfiðar. Þar var stytting vinnuvikunar innleidd án þess að hún mætti kosta. Hún hafði þær afleiðingar að ástand sem var orðið mjög erfitt áður en að það gerðist varð enn erfiðara og þegar þú ert á hlaupum allan daginn í erfiðu ástandi þar sem að þú þarft að axla mikla ábyrgð og þarft raunverulega að vera oft á tíðum að vinna miklu meira en 100% starf yfir vinnudaginn vegna þess að þú þarft að gera svo margt vegna þess að það vantar fólk og það mikil veikinda hlutfallið 9,9% eins og kom fram í fréttunum í gæra eða fyrradag. Þá gerir þetta það verkum þegar vinnudagurinn búinn, þá ertu bara búinn, þú ert bara búinn andlega og við þekkjum það báðar af eigin raun að koma heim og þú veist það bara eiginlega ekkert eftir þarna og svo þú bætir auðvitað við þessu einmitt að þú ert komin sjálf svo aftarlega á listan yfir það hvað mögulega hægt að gera að þú ert ekki einu sinni lengur á honum það þýðir ekki að hugsa það þá gerir þetta náttúrulega til aðstæður sem að gera það svo einmitt að verkum að konur eru að fara á örorku grunnskólamenntaðar konur í kringum 50 eins og nýjar rannsóknir sína fram á eru frekar að fara á örorku en aðrir og svo framvegis en þetta auðvitað bara skammar blettur á samfélaginu okkar og við auðvitað í Eflingu bindum mikla vonir við að loksins verði hægt að knýja á það að fókusinn verði settur á þessi mál en það þýðir ekki að horfa bara á launin þó það sé auðvitað algjört grundvallaratriði það verður líka að horfa aðstæðurnar inn á vinnustöðunum vegna þess að þetta spilar auðvitað allt saman en takk kærlega fyrir þessa góðu könnun það auðvitað mikilvægt að fá hana í hendurnar núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga og það óskandi að fólki sem í framboði og telur sig þess megnugt að stjórna sveitarfélögunum okkar kynni sér þetta og komi með einhverjar hugmyndir. Já, ég vil bara þakka þér fyrir þessa könnun og ég tek bara undir það sem hefur komið hér fram að þetta náttúrulega bara smána blettur á íslensku samfélagi. Þetta segir okkur líka að þetta tekjujöfnunarkerfi sem við erum með í samfélaginu, það að segja að þau sem eru með þunga framfærslu vegna barna eða húsnæðis, að það ekki að halda í við raunveruleikann
og þetta eitt af því sem að við verðum að knýja mjög vel á gagnvart stjórnvöldum því að með þessi hækkun á húsnæði sem að náttúrulega stærsti leikarinn í þessu í augnablikinu hvað varðar framfærslu fólks að húsnæðiskostnaður eða sem sagt tilfærslukerfið í styrkja kerfinu gagnvart láglaunafólki, það hefur enga megin fylgt þessu eftir og það alveg saman með barnabætur að þær hafa yfirleitt ekki haldið verðgildi sínu þannig að sko samanlagða tekjur eru alltaf að draga saman og þetta eitt af því sem er bara áskorun fyrir okkur í verkalýðshreyfingunni. Já, ég vil bara þakka kærlega fyrir. Ég heiti Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og framkvæmdastjóri BSRB og við vitum það eins og hjá BSRB þegar við erum að greina launagögnin okkar og þá hópur sem alltaf, þú veist, það sem svona sérstaklega sker í augu og við eru sagt, laun, bæði kvenna og kalla hjá sveitarfélögunum eru mjög svona samanþjöppuð í okkar hópi neðst í tekju eða svona dreifingunni en það sem að maður sé svo náttúrulega hældarlaununum að þá hafa kallarnir önnur færi á að afla sem eru tekna og þess að ég ætla og sem bara mjög gleðilegt og mikilvægt og það sýnir náttúrulega þarna eru konu sko bæði náttúrulega sko fólk langar að starfa í leikskólum eða veist, þetta þér fyrir gaman að vinna í svona starfi og byggja því að efla félagsauður landsmanna með litlum börnum en svo líka bara mjög hentuð vinnutími eins og þú komst inn á og ef þú ert ein með barn þá getur þetta verið sko vinnustaður sem að sko bjargar því að þú getur haldið utan þitt daglega líf en þá kemur, þarna þessi afsláttur að við rekum velferðarkerfi með afslætti sko tökum af konum við arðræðunum þær bókstaflega til þess að geta haldið samfélaginu gangandi og þannig endurspegnar sko vanmat á virði þessara starfa. Þannig að ég tek undir bæði með sko öllum sem hér hafa talað og eins með Sólveigu að þetta eru mjög mikilvæg þættir en svo það starfsaðstæðurnar og við vitum það bara sjálf að vinna í húsnæði þar sem að sko þú átt erfitt með að bera virðingu fyrir sjálfum þér því að aðstæðurnar eru svo óbálegar og þetta eru mjög flókin störf og sérstaklega eftir því sem börnin eru yngri og ef þú hefur ekki rými þá breytið þau öllu þannig að mér finnst frábært að sjá frambjóðendur hér í salnum og ætla að hvetja þau til þess að setja sérstakan fókus á þetta því þetta skiptir ótrúlega máli fyrir starfsfólkið á leikskólunum, fyrir börnin sem þar eru og fyrir okkur sem samfélag af því að án þessara stofnana þá myndi ekkert virka við allavega að fara Takk, mér langar kannski aðeins að bæta við að það erum búið að vera svolítið hávar umræða veikindafjárhverfina en við erum með bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sem að sýna það mjög skýrt að það eru starfsaðstæður sem eru megin ástæðan eða skýringin fyrir miklum veikindum og það er engin tilviljun hvaða starfsstéttir eru helst veikar, það eru umönnunarsstéttirnar í menntageiranum og heilbrigðisgeiranum og það líka mest af vanmatið á laununum. Þannig að þetta auðvitað kerfislegt. Þetta kerfisbundin mismunun og þau sem að starfa í þessum hópi eru líka líklegust til þess að hafa mest að gera í vinnunni, hlaupa hratt og líklegir til þess að vera í langtíma veikindum. Þannig að það má líka velta fyrir sig sko þessa hugsun að láta fólk hlaupa hratt því það vera að spara svo mikið. Þetta auðvitað mjög svona skammsýn hugsun í þokkabót ef maður ætlar að fara í svona þá Excel skjala hugsun. Takk. Ég held að þetta hefur bara verið góð lokaorð og þá ljúkum við bara fundi og streymi. Takk því sem að hlýdduð á.